Lögregla hefur til rannsóknar kynferðisbrotamál á 2 leikskólum í borginni. Grunur að brotið hafi verið á fleiri en 10 börnum á öðrum leikskólanum. Yfirvöld í Bæjaralandi hyggjast veita lögreglu heimild til að skjóta óþekkta dróna niður. Flugvellinum í München var lokað í 7 klukkustundir í nótt vegna drónaumferðar. Drónaárásir í Evrópu voru ræddar í þjóðaröryggisráði Íslands í dag. Leikskólastjórnendur eru almennt ánægðir með tillögur borgaryfirvalda svokallað Reykjavíkurmódel. Verkalýðsforystan kallar hugmyndirnar uppgjöf og reiðarslag. Annar þeirra sem var drepinn í hryðjuverkaárás á bænahús gyðinga í Manchester í gær var skotinn af lögreglu. Varaforsætisráðherra Bretlands var hundskammaður í minningarathöfnum árásina. Appelsínugulur og paljettur í ráðaríkjum í Smárabíói í kvöld þar sem útgáfupartí stendur yfir í tilefni nýrrar plötu og heimildarmyndar söngkonunnar Taylor Swift sem komu út í dag. Gott kvöld. Móðir barns í leikskólanum Brákarborg segir það áfellisdóm yfir Reykjavíkurborg að hafa ekki upplýst foreldra að starfsmaður í leikskólanum hefði verið handtekinn vegna gruns að hafa brotið á barni. Þetta er annað kynferðisbrotamálið í leikskóla í Reykjavík á 2 mánuðum. Starfsmaður á Múlaborg er grunaður að hafa brotið á fleiri en 10 börnum. Starfsmaður í Brákarborg var handtekinn af lögreglu fyrir viku eða 27. september eftir að grunur vaknaði að hann hefði brotið á barni í leikskólanum. Skýrslur voru teknar af starfsmanninum og fleiri starfsmönnum áður en honum var sleppt úr haldi. Það eru svo blendar tilfinningar sem kom upp og þetta verða líka svo mikla tilfinningar, kom þetta fyrir barnið mitt, kom þetta fyrir besta vin barnsins míns og það er svo mikið af ósvöruðum spurningum. Fréttastofa greindi frá málinu í hádeginu í dag og þá höfðu foreldrar ekki fengið upplýsingar það. Við fengum tölvupóst frá leikskólastjórnendum klukkan 11:12 í dag með þeim upplýsingum að alvarlegt brot hefði komið upp í lok september á leikskólanum. Ég labba inn í leikskólan í hádeginu til að sækja dóttur mína eftir að við fengum þessar fréttir og á sama tíma og ég labba inn þá labba hópur starfsfólks út sem að fá fréttirnar. Og leikskólastjórnendur eru bara í óða önn bæði að upplýsa starfsfólk og foreldra sem náttúrulega koma reiðir, grátandi og alls konar í leikskólan. Þetta er í annað sinn á 2 mánuðum sem uppkemur grunur kynferðisbrot í leikskóla í Reykjavík. Fyrra málið var á Múlaborg í ágúst og karlmaður sem starfaði þar hefur setið í gæsluvarðhaldi síðan. Hann er grunaður að hafa brotið á fleiri en 10 börnum. Bróðursonur Sigrúnars er í leikskólanum Múlaborg. Reiði og sorg og hræðsla kemur hjá mér og bara svona, er þetta virkilega að gerast aftur? Hún gagnrýnir Reykjavíkurborg fyrir að hafa ekki upplýst foreldra stöðuna og ekki síst fyrir að hafa ekki látið starfsfólk vita. Þau hefðu þá í rauninni geta verið okkar fyrsta hjálp innan leikskólans til þess að fylgjast með einkennum hjá börnum sem að þessi einstaklingur hefði kannski hafi verið að sinna. Og meðist verið að brjóta börnunum okkar þar að hálfu Reykjavíkurborgar. Foreldrar voru boðaðir á fund með Reykjavíkurborg og fulltrúum lögreglu núna síðdegis. Fundurinn kláraðist klukkan 6 og hérna hjá mér er Steinn Jóhannsson hjá Reykjavíkurborg. Hvernig var fundurinn og bara hvernig var hljóðið í fólki? Fundurinn var fínn, hljóðið var auðvitað þungt í foreldrum, fengum margar krefjandi og erfiðar spurningar og þeir voru náttúrulega forvitnir að vita þetta mál sem hefur verið til umræðu í fjölmiðlum í dag og við fórum yfir þær upplýsingar sem við gátum veittin sem við höfum. En hvernig stendur á því að foreldrar hafa ekki verið upplýstir þetta? Málið er með þeim hætti að við fáum tilkynningum að starfsmaður hafi verið kallaður í skýrslutöku yfirheyrslu hjá lögreglunni og svo erum við sleppt og við mátum stöðuna sem svo það væri ekki tilefni til að tilkynna foreldrum málið að svo stöddu. Rannsókn var í gangi og svo var starfsmaðurinn ekki við störf. Þannig að við töldum að öryggi barnanna væri fínt og staðan væri með þeim hætti að það kallaði ekki á að svo stöddu að gefa þessar upplýsingar út. En engu að síður þá er þarna starfsmaður handtekinn grunaður að hafa brotið á barni í þessum leikskóla og Reykjavíkurborg, það er ekki margar vikur síðan Reykjavíkurborg sætti mikilli gagnrýni fyrir það að upplýsa foreldra ekki nægilega vel málavexti. Komið aldrei til skoðunar að upplýsa foreldra einfaldlega bara það að þarna hefði starfsmaður verið handtekinn?
Jú, við ræddum það vissulega að hvort það væri tilefni til þess, en mátum þess í ljósi þess að starfsmannum er sleppt strax að lokinni yfirheyrslu. Nú við vitum ekki hvers eðlis brotið þannig við vitum voðalega lítið hvað gerðist og höfum engar upplýsingar það, aðrar en þær að hann fór í yfirheyrslu. En nú er til rannsóknar kynferðisbrot á 2 leikskólum í Reykjavík. Hvernig ætlar borgin að bregðast við þessu? Þetta náttúrulega mjög alvarlegt og við hörmum svo innilega að þessi mál hafi komið upp. Nú við höfum brugðist við með ýmsum hætti, við þurfum að styðja betur við starfsfólk leikskólana, við þurfum að bæta ofbeldisvarnir, við þurfum að vera með meiri fræðslu ofbeldi, við þurfum að efla forvarnir og það erum við svo sannarlega að gera og ég tel að við séum að réttri leið, við getum alltaf gert betur. Svo kannski bara eitt en það kom fram í dag að starfsmaður á Múlaborg væri grunaður að hafa brotið gegn að minnsta kosti 10 börnum. Hafa foreldrar í Múlaborg verið upplýstir það? Ég var bara að sjá þetta í fjölmiðlum þannig að ég hafði engar upplýsingar þetta en það að mér skilst, það mál ennþá í rannsókn og við höfum ekki verið að fá upplýsingar þetta. Ég las þetta bara í fjölmiðlum í dag eins og foreldrar. Flugvöllurinn í München var lokaður í 7 klukkustundir í nótt vegna óþekktra dróna við völlinn. Skömmu áður hafði forseti Rússlands í léttum dúr lofað því að senda ekki fleiri dróna til Evrópu. Danir líta nú svo á að Rússar séu í fjölþáttastríði við þá. Владимир Владимирович, а зачем вы в Данию столько дронов посылаете? Не буду больше. Да, не надо больше, больше не буду. Вот. Не буду больше ни во Францию, ни в Данию, ни в Копенгаген. Куда еще долетают? Да везде долетают. Да, в Лиссабон, куда они летают. Putin bætti við á alvarlegri nótum að drónar þeirra dræju ekki einu sinni til Lissabon. Í gærkvöld sáust óþekktir drónar við flugvöllin í München, þar sem skilmerkilega gefið til kynna að drónaflug sé bannað. Flugvöllurinn var lokaður í 7 klukkustundir, yfir 30 flugferðum var aflýst og 3000 farþegar komist ekki leiðar sinnar. Starfsmenn flugvallarins komu upp beddum fyrir þá sem biðu eftir lausn sinna mála. Im Endeffekt ist es besser, wir sind unten und ich meine, es wird ja für alles gesorgt hier. Du hast die Decke, du hast das Kopfkissen, du hast alles hier. Yfirvöld í Bæjaralandi hafa boðað samþykkta laga eftir helgi sem heimilar að óþekktir drónar verði skotnir niður. Wir entwickeln gerade weitere Abfang- und Jagddrohnen, die Sicherheit zu gewährleisten. Ist es klar, wir sind nicht mehr ganz im Frieden und deswegen müssen wir uns darauf einstellen, was da passiert. Drónar hafa nýlega haft áhrif á flugumferð í Pólandi, Noregi og Danmörku. Dönsk yfirvöld vita ekki enn með vissu hverjir bera ábyrgð á drónunum nærri flugvöllum þar í síðustu viku. Þau segja þó Rússa hafa sýnt af sér sífellt meiri ógn, meðal annars med því að sigla í veg fyrir dönsk herskip. Når vi ser på det samlede billede, når vi løfter blikket, jamen så vi sådan set ikke så meget i tvivl. Rusland fører for øjeblikket en hybridkrig mod os. Utanríkisráðherra segir íslensk stjórnvöld í stakk búin að mæta sambærilegum drónaárásum og orðið hafa í Evrópu. Það verður hægt að bregðast við, þannig ég svari því. Ég ætla ekki að fara nánar út í það, ég tel það ekki rétt á þessu stigi en það að sjálfsögðu verður brugðist við því. Drónaárásurnar í Evrópu voru á dagskrá þjóðaröryggisráðs sem kom saman til reglubundins fundar í morgun. Trúnaður ríkir efni fundarins, en Þorgerður Katrín segir fundin hafi verið góðan og þar séu allir á sömu blaðsíðu. Ráðherra segir að nýleg ummæli utanríkisráðherra Rússlands að NATO og ESB hafi þegar lýst yfir stríði á hendur Rússlandi, benda til að fjölþátta aðgerðir Rússa í Evrópu muni bara aukast. Og þetta mun að mínu mati bara þyngjast. Það þýðir það að við þurfum að efla enn frekar okkar viðbúnað eftirlit og eins og ég segi greiningagetu líka. Starfshópur á vegum utanríkisráðuneytisins, dómsmálaráðuneytisins, ríkislögreglustjóra, landhelgisgæslunnar og netöryggisveitarinnar hafði störf þegar til drónaárásana kom í Evrópu. Tillaga hópsins kaup á tilteknum tækjabúnaði hefur þegar komið til umræðu í ríkisstjórn og Þorgerður vonast til að hún verði afgreidd sem fyrst. En ljóst að útgjöld til varnarmála þurfa að auka á næstu árum. Þegar fram í sækir þá þetta það stórar fjárhæðir sem við þurfum til að mynda að setja í til að verjast fjölþáttu ógnum því það helsta ógnunin sem núna stafar frá Rússum. Leikskólastjóri á Drafnarsteini í Reykjavík fagnar tillögum stýrihóps breytingar á leikskólamálum í borginni, styttri dvalartími og betri starfsaðstæður laði að starfsfólk. Fyrir okkur þetta svo mikið spurning að halda fólkin okkar, það mikið starfsmanna, ekki bara ekla heldur, bara mikið starfsmannabreytingar í leikskólum og við viljum halda í fólk og við viljum laða að okkur fleira fagfólk og við viljum. Þannig ég held að þegar loka niðurstaða fæst í máli þá
þá verður þetta bara til góðs. Halldóra segir leikskólastjórnendur almennt ánægða með tillögur stýrihóps að umbótum að náms- og starfsumhverfi leikskóla í Reykjavík. Borgarráð samþykkti tillögurnar í gær og verða þær settar í samráðsferli síðar í mánuðinum. Tillögurnar lútað skipulagi leikskóladagsins, dvalartíma og gjaldskrá. Haraldur Freyr Gíslason, formaður félags leikskólakennara, segist fagna tillögum stýrihópsins. Í samtali við Fréttastofu segir hann nauðsynlegt að bæta starfsaðstæður í leikskólum. Styttri dvalartími bæti starfsumhverfi, bæði fyrir starfsfólk og börn. Þá birti aðstoðar leikskólastjóri leikskólans Vinagerðis færslu á Facebook í dag þar sem hún fagnar breytingunum. Styttri vistunartími á föstudögum búi til stöðuleika fyrir foreldra og starfsfólk leikskóla. Tillögur stýrihópsins hafa einnig mætt gagnrýnisröddum, meðal annars frá stéttarfélögunum og minnihlutanum í borginni. Þá hefur lektor í félagsfræði við Háskólann á Akureyri sagt líkur á því að skerðing vistunartíma bitni á kynjajafnrétti á vinnumarkaði. Það náttúrulega bara samfélagslegt áhyggjuefni en við þurfum einhver bjargráð fyrir leikskóla núna og ég þarf að standa hérna og tala fyrir hönd barnanna og til að halda fólki hérna í vinnu af því að eins og staðan í Reykjavíkurborg í dag þá erum við með 42,5 klukkutíma á viku sem að barn ver oft í leikskóla en starfsfólkið okkar er 36 tíma vinnuviku og það sér hver maður að það gengur ekki upp. Þannig hvað sem við gerum þá þurfum við að gera eitthvað núna. Steinunn Bragadóttir, hagfræðingur hjá ASÍ, velkomin. Formenn ASÍ og BSRB, þeir gagnrýndu þessar tillögur harðlega í dag, kölluðu þær reiðarslag og uppgjöf. Hvað er það helst sem að þið eruð ósátt við? Það sem við erum ósátt við er að í stað þess að grípa til raunverulegra aðgerða til að fjölga starfsfólki á leikskólum sem þú gerir með því að bæta kjör þeirra og þú bætir starfsaðstæður þeirra og gerir starfið eftirsóknarvert, að þá er farið í að skerða þjónustuna óbeint með því að þvinga foreldra til að stytta vistunartíma og það er gert í gegnum hærri gjöld. Og eins og segir forysta ASÍ og BSRB talaði uppgjöf í dag, að uppgjöfin er fólgin í því að grípa til þessara aðgerða í stað þess að styrkja stóðir kerfisins, kerfi sem er eitt helsta jöfnunar og jafnréttistæki sem við eigum. Og bitnar þá á hverjum? Þetta bitnar auðvitað óhjákvæmilega á þeim sem að geta ekki stytt vistunartíma og greiða þar með hærri gjöld. Það er stór hópur innan ASÍ sem hefur ekki fengið styttingu vinnuvikunar. Það er fólk með lítið bakland, innflytjendur, einstæðir foreldrar, fólk sem er ekki með mikinn sveigjanleika í vinnu og sem allir greiða hærri gjöld. Eins vitum við að áhrifin eru kynjuð og mæður bera meiri hluta umönnunarábyrgðar og eru líka miklu líklegri til að minnka við sér vinnu, til að samræma fjölskyldu og atvinnulíf. Og þetta kerfi hefur verið grunnforsenda þess að konur hafa getað tekið þátt á vinnumarkaði. Þú talaður að þessi hópar þurfa að greiða hærri gjöld. Hafið þið reiknað út hversu mikið? Við höfum gert það, já, en svarið er í rauninni bara mjög einfalt að almennt þá lenda hækkanir á langflestum fullvinnandi foreldrum. Í þessum tillögum Reykjavíkurborgar þá hljóða hækkanir upp á allt að 20.000 fyrir einhverja hópa og það er þá fyrir þá hópa sem að geta ekki stytt vistun barnanna sinna. En leikskólastjórarnir virðast vera ánægðir með þessar áætlanir og tala að þetta geti komið í staðinn fyrir önnur viðbrögð út á manneklu. Eru þið ósammála því að það þurfa að bregðast við því? Sko, við erum alveg sammála því að það þurfa að grípa til aðgerða og að mörguleyti eru þeirra viðbrögð skiljanleg. En svona frá okkar bæjardyrum séð þá horfum við á þetta þannig að hagsmunir foreldra og starfsfólk leikskóla séu ekki á öndverði með því og það sé ekki hægt að nálgast þetta þannig. En sveitarfélögin verði að taka ábyrgð og eiga samtali um hvernig er hægt að fjármagna þetta kerfi til að það geti verið bæði foreldrum og starfsfólki til hagsbóta. Steinunn Bragadóttir, takk fyrir komuna. Takk. Rapparinn Sean Diddy Combs verður að öllum líkindum dæmdur í 6 til 7 ára fangelsi fyrir vændisstarfsemi. Kviðdómur sakfelldi hann fyrir að hafa flutt 2 konur til vændiskaupa en sýknaði hann af mansali. Dómsuppkvaðningin hófst klukkan 2 að íslenskum tíma og hafa saksóknarar, verjendur og vitni sem og Diddy sjálfur og fjölskylda hans komið sínum sjónarmiðum á framfæri. Saksóknari krefst 14 ára fangelsis en dómarinn sagðist ekki sjá ástæðu til að fara út fyrir tillögu skilorðsdeildar dómstólsins 6 til 7 ár. Dómurinn liggur fyrir síðar í kvöld.
Varaforsætisráðherra Bretlands var hundskammaður þegar hann ávarpaði minningarathöfn vegna árásarinnar á bænahús gyðinga í Manchester í dag. Annað fórnarlamb hennar var skotið af lögreglu. Naumlega tókst að koma í veg fyrir að árásarmaðurinn kæmist inn í húsið. There was a large number of us who were trying to hold the doors. He was trying to batter his way inside and throwing plant pots, trying to use his knife to get through the door, body slamming the door repeatedly. Á þessum tíma hafði árásarmaðurinn keyrt inn í hóp fólks fyrir utan bænahúsið og stungið einn. Lögreglan skaut árásarmanninn til bana áður en hann komst inn. Hann var 35 ára, fæddur í Sýrlandi en hafði búið í Bretlandi frá barnsaldri. 2 voru drepnir og 3 særðir. Árásin hefur vakið óhug og hafa stjórnvöld boðað aukna gæslu við bænahús gyðinga. Forsætisráðherra Bretlands kom til Manchester í dag og heimsótti meðal annars lögreglu. Can I thank you for your leadership and through you can I thank your teams for everything they've done. Skömmu eftir þetta sagði lögreglan í yfirlýsingu að annað fórnarlambana og einn hinna særðu hefði verið skotinn af lögreglu. Þó að múslimar og gyðingar í Manchester reyni að hvetja til samstöðu líka reiði meðal samfélagsins. Hún kom í ljós þegar varaforsætisráðherra Bretlands ávarpaði minningarathöfn vegna árásarinnar. Not let them divide us. We must show them who we really are. Þrívíð líkön af snjóflóðum nýtast við hönnun varnarmannvirkja gegn snjóflóðahættu. Sérfræðingar í ofanflóðavörnum deildu nýjustu þekkingu í snjóflóðavörnum á alþjóðlegri ráðstefnu á Ísafirði. Já, uppbygging varnarvirkjanna hér alveg á heimsmæli hvarða, menn hafa sett mikla fjármuni og mikla fyrirhöfn í að verja snjóflóðabyggðirnar hér, þannig að menn dásta þessu víða. Þar var meðal annars fjallað þrívíddarlíkön sem sýna í smáatriðum hvernig snjóflóð hagar sér. Og það líkan hefur líka verið notað til þess að hanna nýjustu varnarvirkin sem hér í byggingu á Flateyri og Patreksfirði og Seyðisfirði og víðar. Þessi líkön hafa verið í stöðugri framþróun frá líkonunum sem voru notuð á árunum eftir stóru slysin 1995. Í snjóflóðum þéttur kjarni, snjómassi sem rennur eftir jörðinni. En þau kasta líka upp snjór sem getur orðið að svokölluðum iðufaldi sem eðlisléttari og getur borist á undan hinum eiginlega þétta kjarna á miklum hraða og svo kóf í kringum þetta allt saman sem byrgir okkur sýn. Árið 2020 féll snjóflóð á Flateyri og iðufaldurinn fór yfir varnargarða. Endurskoðuð hönnun varnarmannvirkja tekur tillit til þess sem menn lærðu þá. Svissneskir rannsakendur sýndu þrívítt líkan af snjóflóði sem féll í svissnesku Ölpunum árið 2019. Flóðið var sett af stað til að varna stærri atburði en varð stærra en ráðgert var. The video footage really shows how close the call was. Michael segir tilgang módelana að spá fyrir snjóflóð og áhrif þess. How far will it go? Will it stop 100 meters before the houses or will it actually reach the houses? And then how large will the impact forces be? Will they be really large enough to destroy the houses, so to endanger the lives in it? 3 þingmenn Miðflokksins sækjast eftir varaformannsembættinu sem kosið verður á landsþingi flokksins aðra helgi. Þetta eru þau Bergþór Ólason sem þar til í vikunni hefur gegnt stöðu þingflokksformanns, Ingibjörg Davíðsdóttir og Snorri Másson. Bergþór hefur setið á þingi fyrir Miðflokkinn frá árinu 2017 en Ingibjörg og Snorri komu ný inn á þing í kosningunum í desember. Embætti varaformanns var lagt niður árið 2021 og verður endurvakið á landsþinginu. Ekki búist við að Sigmundur Davíð Gunnlaugsson fái mótframboð í embætti formanns. Uppgangur og hröð fólksfjölgun á Hornafirði og framkvæmdir hafnar við nýja verslunarmiðstöð í bænum. Ferðamenn kaupa svo mikla matvöru á staðnum að grundvöllur talinn fyrir 2 stórum verslunum og bæjarstjórinn segir gott að fá samkeppni á þann markað. Nýja verslunarmiðstöðin rís í útjaðri bæjarins á svæði sem mun á næstu árum byggjast upp sem íbúðahverfi. 200 íbúðir verða í nýju hagahverfi. Þar þarf þjónustu og verslunarmiðstöðin á að vera tilbúin næsta sumar. Hérna mun rísa hús sem verður 1500 fermetra verslun og 600 fermetrar, 650 fermetrar í aðra þjónustu og þetta verkefni sem skiptir okkur miklu máli. Og það bara mjög mikilvægt fyrir samfélagið að fá samkeppni á matvörumarkað. Skrifað hefur verið undir leigusamning við Krónuna en fyrir Nettó með verslun á Hornafirði og því verða 2 búðir sem flokkast undir lágvöruverðsverslun á Höfn.
Moldarholan sem byrjunin á nýju verslunarmiðstöðinni tákn hraða uppbyggingu. Íbúum í sveitarfélaginu Hornafirði hefur fjölgað meira en 400 manns á 5 árum samkvæmt íbúaskrá og gistirými svo mikið á Hornafirði að fleiri ferðamenn en íbúar sofa þar á hverri nóttu. Svo hófust íshellaferðir mánaðamótin og á fyrsta degi fóru 1500 ferðamenn á jökulinn að líta á hellana. Eitthvað þarf allt þetta fólk að borða. Já, það mikið að ferðafólki að kaupa matinn hérna og bærin að stækka en sveitafélagið bara alltaf að eflast. Það að fjölga og það lúxus áskorun. Sara Mullally var í morgun útnefnd erkibiskup af Canterbury sem æðsti embættismaður ensku biskupakirkjunnar. Mullally fyrsta konan í 500 ára sögu kirkjunnar til að vera kjörin í embættið. Hún var áður biskup yfir Lundúnum. Aðeins 9 ár síðan kona var fyrst kjörin biskup í kirkjunni. Mullally tekur við embættinu í janúar þegar kjör hennar verður staðfest. Hún vísaði í ávarpi sínu til hneykslismála sem komið hafa upp, en forveri hennar var til dæmis uppvís að halda kynferðisbrotamálum innan kirkjunnar leyndum. As a church, we have too often failed to recognize or take seriously the misuse of power in all its forms. As Archbishop, my commitment will be to ensure that we continue to listen to survivors, care for the vulnerable, and foster a culture of safety and well-being for all. This will not be easy. Our history of safeguarding failures have left a legacy of deep harm and mistrust. And we must all be willing to have light shone on our actions, regardless of our role in the church. Helstu aðdáendur popstjörnunnar Taylor Swift á Íslandi, svokallaðir Swifties, fagna útgáfu 12. plötu hennar í kvöld. Í kvöld heimsfrumsýning á nýju tónlistarmyndbandi og heimildarmynd popplötuna The Life of a Showgirl. Líka í íslenskum bíóum. Venju samkvæmt verður skipst á vinaarböndum eða hvað? Erla María Davíðsdóttir. Herði, jú, það hafa ófá vinaarböndin farið hérna handa á milli frá þegar ég og Bragi Valgeirsson tökumaður mættum hérna í hús fyrir tæplega hálftíma síðan. Hér var mikið dýrðir, fólk var klætt í appelsínugult og paljettur, það voru fjaðrir og ég veit ekki hvað og það var sýning að hefjast hérna klukkan 7 og það verður önnur hérna núna bara eftir 10 mínútur. En hjá mér hún Berglind Haraldsdóttir, hún verkefnastjóri Smárabíós. Nú platan komin út og þið eru með þessa helgi undir lagða. Mikill spenningur fyrir þessu meðal fólks hér á landi? Já, það búið að vera mikill spenningur í fólki hérna eftir þessari sýningu og mikið af fyrirspurnum og salan fór mjög hratt í gang. Og þið eru með núna sýning í gangi, það fer önnur á stað á eftir og svo 2 seinni í kvöld. Hvað þetta margar sýningar allt í allt helgina? Þetta eru 12 sýningar allt í allt. Síðasta sýningin verður á sunnudaginn og það eru bein tilmæli frá Taylor Swift. Þannig síðasta sýningin verður seinni partinn á sunnudaginn. Og það var mikið dýrðir hérna áðan og fólk var að klæðast í þemalitunum, paljettum og appelsínugulum. Aðdáendahópur Taylor Swift hér á landi, hann stór? Já, hann stór og meðal annars ég, stoltur Swiftie. Og það svo gaman að sjá hvað þær eru dedicated í að sinna þemanu sem að hún setur út. Það alltaf stemming í þeim. Þannig að það mun appelsínugulur og paljettur og allt bara svífaður vötnum hérna í Smárabíó helgina? Já, við verðum með þema hérna í gangi alla helgina. Takk fyrir þetta Berglind og eins og ég segi þá bara verður sprjála stuð hérna í Smárabíó en við kveðjum hérna. Takk fyrir þetta Erla María Davíðsdóttir. Og það ætlum að líta til veðurs. Í nótt gengur í norðvestan hvassviðri á suðaustanverðu landinu og verður hvasst og hviðótt sunnan Vatnajökuls og á sunnanverðum Austfjörðum. Gular viðvaranir verða í gildi þar fram til kvölds. Á vestanverðu landinu verður vindur mun hægari, skýjað með köflum og úrkomulítið lengst af og heldur kólnandi í bili. Nánar veðrið að loknum íþróttafréttum. Við lítum við á Kópavogsvelli þar sem Víkingur og Breiðablik eigast við. Með sigri getur Breiðablik landað Íslandsmeistaratitli. Þá styttist einnig í annan endan á Íslandsmóti karla í fótbolta. Við hittum Arnar Gunnlaugsson, landsliðsþjálfara og spáum í spilin. Það mjög stressandi. Það mjög stressandi. Ég þóri alltaf stundum að horfa leikina sko. Og bónusdeild karla í körfubolta hófst í gær þegar ÍA tók á móti Þór Þorlákshöfn og Íslandsmeistarar Stjörnunnar heimsóttu KR. Þetta í íþróttum hér eftir skamma stund. Þá ætlum við að rifja upp það sem var helst í fréttatímanum. Lögregla hefur til rannsóknar kynferðisbrotamál á 2 leikskólum í borginni. Grunur að brotið hafi verið á fleiri en 10 börnum á öðrum leikskólanum.
Yfirvöld í Bæjaralandi hyggjast veita lögreglu heimild til að skjóta óþekkta dróna niður. Flugvellinum í München var lokað í 7 klukkustundir í nótt vegna drónaumferðar. Drónaárásir í Evrópu voru ræddar í þjóðaröryggisráði Íslands í dag. Leikskólastjórnendur eru almennt ánægðir með tillögur borgaryfirvalda svokallað Reykjavíkurmódel. Verkalýðsforystan kallar hugmyndirnar uppgjöf og reiðarslag. Annar þeirra sem var drepinn í hryðjuverkaárás á bænahús gyðinga í Manchester í gær var skotinn af lögreglu. Varaforsætisráðherra Bretlands var hundskammaður í minningarathöfnum árásina. Appelsínugulur og palliettur ráða ríkjum í Smárabíói í kvöld og helgina þar sem útgáfupartí stendur yfir í tilefni nýrrar plötu og heimildarmyndar söngkonunnar Taylor Swift sem komu út í dag. Og þá þetta upptalið hjá okkur hér í kvöld. Ef þið viljið senda okkur ábendingar fréttir, getið þið sendt post á netfangið fréttir hjá ruv.is. Takk fyrir samfylgdina á öllum okkar miðlum það sem hafið degi. Verið sæl og góða helgi. Á RÚV í kvöld. Endaskipti, Changing Ends, breskir gamanþættir byggðir á minningum grínistans Alans Cars uppvaxtar árin í Northampton á 9. áratugnum. Vikan með Gíslavaktinni. Gísli Marteinn fær til sín góða gesti á föstudagskvöldum í vetur. Farið yfir helstu atburði vikunnar og brakandi fersk tónlist kemur landsmönnum í helgastemninguna. Séra Brown, breskur sakamálaþáttur hinn slungna Séra Brown sem leysir glæpsamleg mál á milli kirkjuathafna. Vera, bresk sakamálamynd byggð á sögu eftir Ann Cleeves Veru Stanhope, rannsóknarlögreglukonu á Norð-Imbralandi. Powerade bikarinn í handbolta komin af stað og RÚV 2 sýnir 2 leiki beint í 16 liða úrslitum karla mánudaginn 7. október. Klukkan 6 Afturelding IBVF og klukkan 8 Haukar Valur.